á tali hjá Hemma Gunn. Takk fyrir. Gott kvöld, góðir landsmenn og gestir mínir hér í sjónvarpssal á þessu fallega vetrarkvöldi 15. degi marsmánaðar. Nú, ég hef vonað að veðurblíðan sé jafn mikil úti á landsbyggðinni. Þakka fyrir hlýjar kveðjur þaðan já og við byggjum sérstaklega að heilsa ykkur hérna á Hveravöllum. Þið verið með okkur í kvöld. Nú, en gestir mínir hér í sjónvarpssal eru komnir alla leið frá Akureyri, höfuðvígi þeirra á Norðurlandi, menntaskólanum á Akureyri og einnig úr Reykjavíkur apóteki. Þetta er góð og skemmtileg blanda. Er þið í stuði? Held ég. Svona ætlum við að hafa þetta í svona klukkustund, ekki minna. Og hljómsveitin já, þið eruð alltaf þarna. Það er alltaf tími til að vera í músíkinni. Mamma! Það er Finnbogi á bassa. Villi á gítar, Gunnar á trommur, Kitty Svavas blæs í rörið og hljómborði Maggi Kjartans. Og svo það Hemmi, það allt í fína standi núna. Þið það ekki að þetta með því? Þú ert alltaf í sjónvarpinu? Já, svona skömmu síðan. Það létti þeim að ég hafnaði fyrir því. En meðal efnis hjá okkur í kvöld, ég ætla nú ekki að teygja lopan vegna þess að við komum víða við. Það er alls konar, hann er mjög íslenskur þessi þáttur, sprettur eiginlega gras upp á sviðinu bara. Við fáum kórsöng, við fáum óperusöng, við fáum rocksöng. Nú söngvarakeppnin, úrslit hefjast í kvöld, dómnefndur valið, 2 keppendur sem koma fram í kvöld. Nú brandarakeppnin undanúrslit, spurningaleikurinn á sínum stað, sönghópur úr Mosfellsbæ, óperusöngkona. Og við ætlum að setja upp sveitaball. Við fáum hljóðfærasnillinga og söngvara af Vestfjörðum. Og síðast en ekki síst, það eru erlendir gestir. Og það eru björtustu vonirnar á Bretlandseyjum í dag, rockhljómsveitin. Og hún heitir The Men They Couldn't Hail, sem er aldeilis frábær. En við skulum snúa okkur að efni þáttarins og fyrsti gestur minn, hann er ekki ráðist á garðin þar sem hann er lægstur. Hann er ekki 5 ára, hann er 65 ára. Þetta er einn fræknasti íþróttakappi Íslendinga fyrr og síðar. Hann er eini Íslendingurinn sem orðið hefur Evrópumeistari og það 2 sinnum í frjálsum íþróttum 1946 og 1950. Heiðursgestur minn er Gunnar Húseby. Komdu blessaður Gunnar og velkomin. Gaman á að sjá þig hérna og ég var að segja tvöfaldur Evrópumeistari. Hvað, 1946? Já. Hvernig leið Gunnar Húseby 1946 á verðlaunapalli? Ég leið ekki vel. Nú? Nei. Hvernig stóð því? Já, það stóð þannig á því að ég var búinn að vera voðalega spenntur yfir þessu öllu saman. Og hérna, svo loksins þegar þetta skeður að þá einhvern veginn missi maður allt innan úr sér og utan af sér. Já. Og var það nú talsvert. Og hérna, og ég bara grét hann á pallinum eins og menn gerir yfirleitt. Já. Og hugsaði heim. Þú hugsaðir heim? Já. Nú varstu búinn að vera mjög atkvæðamikill sem íþróttamaður alveg frá því þú var smá strákur, ekki rétt? Jú. Og verið jafnt í hlaupum og fótbolta. Já. En af hverju valdur þá kúluvarp? Já, ég þótti víst heppilegur í það, að gerði vöxturinn. Þú vaxið mikið í vesti. Já. Sko hemmi minn var 22 mörgur ég fæddist. Já. Já. Og ég gæti ekki dráðið við það. Nei. Og svona rúlaði þetta upp allt saman og... Já, í réttum hlutföllum. Já, í réttum hlutföllum. Upp í 264 pund. En er það rétt Gunnar að þú hefur orðið meistari í hlaupum á þessum árum? Já. Og þá þú væri svona mikill um þig? Já. Þú hefur náttúrulega komið fyrir í mark. Já, ég gerði það. Nú var þetta að tala gullaldar tímabil í frjálsum íþróttum á þessum árum. Af hverju komu þessir afreksmenn á þessum tíma?
Já, það er náttúrulega ekki gott að svara því. Það er nú eins og þú veist, Hermann, sko, þú ert nú gamall og kannski nýr íþróttamaður, að menn koma og fara þarna og það bara stóð svolítið sá að við mættustum allir þarna á þessum tíma. Það var nú Klásusbræður aðalega, sko, þeim Björn og fleiri. Það var talað að þið værið eins og þið hefðu stokkið bara út úr Íslendingasögunum, þau voru miklu víkingar. Jú. Báruð enga sérstaklega virðingu fyrir erlendum keppinautum, var það? Já, það var nú lítið það. Já. Það var eiginlega, maður hafði enga tíma til þess. Eins og Torfi sagði, það er bara verra. Eins og Torfi sagði við mig sko út í Brussi 1950. Já. Hann sagði, þegar hann kom að mér í hringnum og ég var orðin búinn að vinna þannig komið langleiðin í að vinna, þá kemur hann til mín og segir svona, heyrðu Gunnar, hvað við að gera? Ég get farið í stöngina, ég er komin í úrslit þar, en ég er að taka langstökkið, hvernig finnst þér það? Nú þú gerir bara það sem til best maður, það er ekkert mál. Hann fór, hann slúttaði stönginni, hann sagði ég slúttaði stönginni og tók sénsinn í langstökkinu. En frá þessum árungunar, skemmtilega atvik, svona eitthvað sem rís upp úr í minningunni? Íþróttunum sjálfum. Já, þau eru afskaplega mörg, en þetta er nú orðið langt síðan þetta var. Og maður svona í fljótu bragði getur nú ekki þölið það upp úr sér svona alveg hreint í einu hvelli. Hugsunar lítið. En mér fannst alltaf gaman þegar að bíða eftir stórmótum. Já. Og finna fiðringin, beðina eftir því að komast í hringin. Nú, þessi stóri og mikli íþróttakappi, svo hverfur hann af sjónarsviðinu. Af hverju? Af hverju hættur að keppa? Já, ég var búinn að vera í þessu 28 ár. Já. Og er það ekki alltaf sæmilegu tími? Þú þurftir að gast farið æfingar lítill og sigrað samt? Nei. Var það ekki? Nei. Ég æfði alltaf manna mest þegar ég æfði og ég æfði yfirleitt. Já. Og það er margur misskilningur þarna í sambandi við þetta saman. Og það þarf að sjá dagsins ljós einhvern tíma við tækifæri. Já. Því að þetta er voðalega mikið umtalað kjafta blaður, sko, að mínum mati. Og ég fór aldrei æfingar lítill, ég æfði klukkutíma saman og ég æfði allan ársins hringsjóð til. Þegar aðrir voru að skemmta sér og dansa og gera ýmislegt annað, að þá var ég kósveittur í rigningunni og allir því út á velli. Býttu nú við, ekki var Gunnar bindindismadur? Nei, hann var nú það ekki, því nú hörmaður. Já. Og svo lendur í þessu mótlæti? Já. Stóð það yfir lengi? Já, ég hef nú ekki talið árin, þau eru ábyggilega yfir 33. Já. Svo snerur við blaðinu? Já, heldur myndarlega. Já. Og ég hef ekki tugsað mér að fara inn á þá braut aftur. En hvernig finnst þér að vera gleymdur íþróttakappi? Mér finnst það gott. Já. En Gunnar, nú, þú ert orðinn hvað, 65 ára? Jú. Og heilsan? Hún er sæmileg. Þú hefði frétt að þú værir talsvert veikur? Já, ég fekk krabbamein í ristilinn og það hafði svolítið mikil áhrif á mig. Og svo er ég með þennan algenga sjúkdóm sem gengur nú hér yfir og tröllur yfir heiminum og það er sykursýkin. Já. Nú, þú ert mjög hreinskilinn og þú ert mikill keppnismaður. Þú leggur ekki árur í bát? Ekki aldeilis. Þú ætlar að berjast áfram? Alveg hygglust. Og þér líður vel? Mér líður vel í þessari baráttu, lífsbaráttu, já. Svona eins og mennum getur liðið. Já. Áttu einhver heilræði til þeirra sem eiga kannski sárt að binda? Já, ég geti nú sagt það til dæmis að missa aldrei trúna á sjálfan sig. Ég misti trúna á sjálfan mér í mörg ár og það gerði það að verkum að ég fór út í óreglu og allt sem henni fylgir. Og það er eins og ég get endurtekið það að það er eitthvað það rosalegasta sem nokkur maður getur lent í. Það er að verða krossfestur í því. En þér er búið að ganga vel síðan þú snerið við blaðinu svona á lífsbrautinni? Já,
baráttu í Jaxl. Já. Gunnar, það er búið að vera stórkostlegt að fá því hérna. Þú gafst okkur mikið með þínum fræknu íþróttaafrekum. Þú ert búin að gefa okkur heilmikið núna í kvöld. Ég vona að þú lifir sem lengst. Það vona ég líka. Og okkur þykir óskaplega vænt þig okkur öllum. Ég tala fyrir hönd þjóðarinnar. Ég leyfi mér það. Gunnar Húseby. Já, þetta var Gunnar Húseby, okkar eini og sanni, og hann líður hálf undarlega, einkennilega. Hann er búinn að gefa mér mikið, ég vona hann hafi gefið ykkur líka. En þá skulum við snúa okkur að söng. Það verður mikið söng hjá okkur í kvöld og það er einmitt í anda Gunnars, það er hressilegt. Það er söngkópur flestir úr Mosfellsbæ, sem nefna sig 1 og 8. Þeir komu fyrst saman 1987 og hafa haldið hópinn í 2 ár. Nú, stjórnandi er Helgi Einarsson, þessa skemmtilega, rúmlega 2-falda kvartets, getum við sagt, og þeir ætla að syngja okkur erlent lag hérna á eftir sem að heitir Rósa Marie. Það er nú mörg ykkar sem þekkja þetta lag og það er allt í lagi að syngja með þeim, en ég ætla að bjóða hjartalega velkomna 1 og 8. Þetta var söngkópurinn 1 og 8 úr Mosfellsbæ og flestir þaðan, 2 úr Reykjavík, lánsmenn, og þeir segja syngja lög einmitt úr öllum áttum og sungu svona lag í léttari kantinum og einmitt Helgi Einarsson, hann spurði mig að því þegar hann var að tala að þeir syngju lög úr öllum áttum, hvort ég vissi hvernig 8 vitar væri búin til, ég var ekki hugmynd það og þá benti hann á mig og sagði úr svona 16,5 vitum. En það er komið á spurningaleiknum og úr Njálu. Við vorum með Gunnar frá Heiðarbrún, Guðmundsson, í síðast þætti og hann stóð sig mjög vel. Vann sér inn 2 farmiða með flugleiðum innanlands og hann lagði miðan undir
og kominn aftur hér í kvöld til að svara spurningum og nú það 2 miðar til Evrópu. Gunnar Guðmundsson frá Heiðarbrún. Góðu blessaðu Gunnar og velkomin. Heill og sæll, þakka þið fyrir síðast. Já, sömuleiðis. Hvernig hefur haft það? Nú var bara ágætt í sveitinni. Já, sæmileg tíð þarna fyrir austan. Svona svipað og hér í Reykjavík, hugsa ég. Það svipað. Já, snjóskaflan er kannski eitthvað svo lítið meiri í kringum mig heldur en hérna. Já, já. En við vorum að ræða það Gunnar í fyrsta þættinu sem þú komst fram í og svaraðir í síðasta þætti að þú hefur verið skólamaður og skólastjóri víða. En hvað það að gera í dag? Já, ég var nú búinn að starfa í 19 ár sem skólamaður og þá var ég nú reyndar búinn að hugleiða það nokkuð hvort að ég ætti nú að verða eins og allir hinir í þessu starfið að flestir mosagróin. Já. Og þá fór ég í það starf sem að ég vinn við núna. Ég vinn sem gæslumaður við Gunnarsholtshælið á Rangárvöllum. Já, hvernig að vinna þar? Það sérstaklega gott vegna þess kannski ekki hvað síst vegna þess hvað vistmenn eru mikið ljúfmenni og gott að umgangast þá. Góður andi þar? Alveg sérstaklega. Og það kannski rétt að taka það fram fyrir þá sem ekki vita að Gunnarsholtshælið það var byggt sem vinnuheimili fyrir þá sem að eiga við áfengisvandamál að stríða. Já, gefandi starf. Mörgu leyti getur það verið, já. Já. Nú, en fyrirgefðu, mér langaði nú aðeins að koma hér að fyrst að þú ert að spyrja mig einmitt Gunnarsholtsheimilið að það oft verið að spyrja mig það hvers konar mannskapur þarna og þetta náttúrulega fólk rétt eins og ég og þú og allir hinir með sínar tilfinningar og sín vandamál en ég vil líka láta það koma fram að minnst að kosta á meðan að fólki dvelur þarna í þessu vímulausa umhverfi þá vinnur það ýmis nytsum störf. Þetta vinnusamt fólk, margt úr sjómannastétt, úr stétt verkafólks og þarna framleiða til mikið. Þarna trésmiðja, það járnsmiðja og steypustöð og ég vil til dæmis taka fram að þarna smíðaðar kerrur fyrir fólksbíla og jeppa og þær eru yfirleitt ekki á lager heldur smíðar eftir því hvernig viðkomandi vill að kerrurnar séu og síðan þarna framleitt feikilega mikið af gangstéttarhellum, milliveggjar plötum í steypustöðinni og þarna standa hendur vel fram úr ermum þegar að menn að vinna að þessu verki. Nú, þeir eru áræðanlega að horfa á okkur vistmennirnir á Gunnarsholti og við sendum ykkur sérstakar kveðjur einmitt, baráttu kveðjur og við hlökkum til að fá okkur út í þjóðfélagið á ný. Það birtir alltaf til. Og þá það Njálu spurningar, Gunnar. 2 farmiðar með flugleiðum til Evrópu. Það ekkert öðruvísi. Fyrsta spurning. Í upphafskafla Brennu Njálssögu frá greint Höskuldur Dala Kolsson sýnir tignum gesti Hallgerði dóttur sína og spyr. Hversu líst þér á mey þessa? Þykir þér eigi fögur vera? Gesturinn þegir og Höskuldur innir til annað sinn. Þá svarar gesturinn. Ærið fögur mærsú og munu margir það skjalda, en hitt veit ég eigi hvaðan þjófsaugu komin í ættir vorar. Hver mælti svo og hvernig var hann skildur Hallgerði? Þetta var Hrútur Herjólfsson og hann var hálfbróðir Höskuldar, föður Hallgerðar. Og það var rétt! Önnur spurning, Gunnar, frá Heiðarbrún. Hvernig rættist spádómur Hrúts þjófsaugun? Sagan segir frá því að Hallgerður sendi Melkólm þræl að Kirkjubæ og lét hann þar stela. Og það var rétt! Jæja, þú ert ekki vandræða núna. Það nú venja að spyrja leikslokum. Já, þriðja spurning. Hún komin í gang, vélin. Kveðskapur ekki mikill af vöxtum í Njálu. Þar þó 11 erinda kvæði. Hvað heitir kvæðið, hvað merkir heiti þess og hvaða stór atburði það tengt? Þú átt við darraðarljóð og það tengt orustunum við Klontorf sem að Njáluhöfundur kallar Brjánsbardaga
En hver var þriðji liður spurningarinnar? Hvað merkir heiti þess? Dorröður. Ég man ekki betur en það merki spjót frekarins verð. Og það var rétt! Það ég mistaði spjót og í sögunni segir þó að maður sem bjó í Katanesi hét einnig Dorröður, þannig að þetta hvortveggja rétt. En það talað sem spjót. 4. spurning, 3 réttar. Eftir dráp Höskulds Hvítanesgoða reið Flosi Þórðarson á vettvang. Já, kom á bæ undir Eyjafjöllum, þeir eru alltaf eitthvað að leika sér þetta strákarnir. Nú kom á bæ undir Eyjafjöllum og spurði bónda þar tildrög vígsins. Sá svaraði greiðlega öllu sem var spurt og sagði síðan: Þess vil ég nú biðja þig að þú gefir ró reiði og takir það upp að minnst vandræði hljótist af, því að Njáll mun góð boð bjóða og aðrir hinnir bestu menn. Hver mælti svo? Þetta má hafa verið Ketill Sigfússon í Mörk. Og nei. Ég truflaði kannski áðan þessi stuttatruflun. Það held ég ekki, ég bara veit ekki betur. Þetta sagði vera Runólfur í Dal, sonur Úlfs Örgoða, náfrændi Marðar Valgarðssonar. En 3 spurningar réttar af 4 og þá það 5. Við Rangá, þá sem nú heitir Eystri Rangá, háði Gunnar á Hlíðarenda 3 bardaga við andstæðinga. Nefndu 2 af þeim 3 stöðum við ána þar sem barist var. Það nú í fyrsta lagi fyrsti bardaginn af þessum 3. Hann var hjá Hofi. Annar bardaginn var við Knafahóla og 3. hefur ekki nákvæmlega verið staðsettur af fræðimönnum. Þeir deila staðsetninguna. Hvað heldur þú? Ég hef ekki komist að niðurstöðu. Nei, en heldur að það sé? Ég held ekkert með það. Nei, sem segja Þorgeirsvað. Það alveg rétt. En við vitum ekki í dag hvar Þorgeirsvað var. Ekki nákvæmlega. Ekki skammt frá Keldum? Gæti verið. Þú áttir að nefna 2 af 3, þetta var 5. spurning og þetta voru 2 farselar með flugleiðum sem lágu þarna undir. Og þú ert með þá! Þú voru aldrei farið upp í flugvél, er það? Ég hef nú gert það, jú. Þú hefur gert það? Þó ég sé nú... Tilneyddur eða hvað? Nei, ég held ég hef nú farið af fúsum og frjálsum vilja. En nú ert búin að vinna inn 2 farsæla til einhverja af fjölmörgum stöðum flugleiða í Evrópu. Svo getur líka lagt þetta undir. Og hvað þá í boði? Þá förum við með þig til Bandaríkjanna og svona. Er það ekki? Eða þú máttu velja? Ég kom nú ekki til þessa leiks með það fyrir augum að hljóta flugför. Nei. En ég held nú að það hefur farið svo ágætlega á með okkur hér að ég sleppi nú ekki þeirri ágætu lífsreynslu að koma hér í 3. skiptið. Og efla okkar vinskap. Ég líst vel að Gunnar Guðmundsson frá Heiðabrún. Já, nýlega var haldin Íslandsmeistarakeppni í rokkdansi. Þar eru þau sigurvegarar Örn Kjartansson og Guðbjörg Jakobsdóttir. Mér þótti tilhlýðilegt að fá þau til þess að dansa fyrir okkur rokk hérna í kvöld og þá líka að okkar ljómandi skemmtilegu hljóðfæraleikarar, sjáu þið hvað þau brosa? Þeir eru í gulu peysunum innandi, gamli Akranesbúningurinn og þeir settust niður og Magnús Kjartansson samdi bara nýtt rocklag. Nú hann kallar lagið þegar Skúli hringdi inn og fekk auðvitað Þorstein Eggjarsson, Keflvíking, til þess að semja texta og þetta eiginlega óður til Keflavíkur en sá ágæti bær, já, Bítla og fótboltabær á einmitt 40 ára afmæli á næstunni. Magnús Kjartansson samdi lagið þegar Skúli hringdi inn, Maggi ætlar að syngja, hljómsveitin ætlar að spila, Örn og Guðbjörg að dansa og við eigum ekki bara að dilla okkur að klappa með. Gjörðu svo vel, nýtt lag eftir Magnús og Íslandsmeistari Rokki. Gjörðu vel. Vann í skólan við að skipta sér að krökkum.
fjöllunni og líta eftir göngunum. Kannski strangari en fólk flest, en þó treystu börnin honum best. Þegar einhver við þau vondu var hann kominn strax til aðstoðar. Þegar Skúli hringdi upp á skóladagurinn, engan þótti stæl og þólen væla, engin sín var miskunnin. Honum hlýddu bæði kennarar, börn og gestkomandi foreldrar, jafnvel sýslumenn og mikið smeknir námsstjórar. Enga sérhlífnu hann átti til og hann þurfti að kunna á öllu skil. Litlum börnum kenndi að binda skó, ef að dusta litlum kápum snjó. Þegar Skúli hringt og alltaf göngunum minút, engan mátti neyða úr, því varð að greiða ef þau minnstu mætti sút. Af flestum öðrum var hann sem ekki biskup var hann, og allir vissu hvar hann fór. Hann hringdi skólabjöllu og skólinn var hans höllór. Við skulum syngja öll í kór. Þegar Skúli hringdi upp á skóladagurinn, engan þótti stæla, þólen væla, engin sín var miskunnin. Þegar Skúli hringdi og alltaf göngunum minút, engan mátti neyða úr, því varð að greiða ef þau minnstu mætti sút. Þegar Skúli hringdi. Þetta var nýja rocklagi hjá Magga Kjartans og hljómsveitinni og þegar Skúli hringdi inn. Og þetta var dáðasti drengurinn í skólanum í Keflavík og Þorsteinn Eggert gerði textan og það voru Guðbjörg Jakobsdóttir og Örn Kjartansson, Íslandsmeistari í rocki sem dönsuðu. Og þá komið að brandarakeppninni. Ég ætla að nota þetta tækifæri og þakka fyrir þessar fjölmörgu spólur eða myndbönd sem okkur bárust í brandarakeppni. Þetta var meira gert til þess að leyfa ykkur sem heimasitið og til þess að vera að taka þátt í íslensku sjónvarpi. Þetta er sjónvarpið ykkar. Og viðbrögðin voru góð, fjölmargir brandarar, við höfum verið að nota og sína þá í allan vetur og nú komið undan úrslitum. Sérstök dómnefnd, svona hátíð á dómnefnd einhvern veginn, hún valdi 8 bestu brandarana og svo verða 4 sýndir í kvöld og 4 eftir halva mánuð. Og við skulum fá þá 4 sem eru komnir í undan úrslit og það velun, fyrstu velun eru fullkonustu myndbandsupptökutæki að JFC gerð. En nánar það síðar, 4 brandarar í undan úrslitu, gjörðu svo vel. Lagar að nafni. Hvað heiðir það borgara? Á hvað hraðast þú, góði minn? Þetta er hægt að keyra maður, það er svo mikla ójöfnur á veginu. Nei, 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 blessaður Hallfreður. Nei, 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 hvað er þetta? Nei, nei, blessaður Valendur, hvað segir þér gamla venni? Nei, jú, ég segi allt fínt svona, jú, hvað er að frétta vinnur? Herðanast, getur ekki bara komið niður svona sem snöggvast, það er það ekkert mál? Nei, það er ekkert mál eins og segir vinnur.
Ég kem hérna. Gefðu, gamla mín. Það ekki allt í lagi með þig. Hvað að ske hér? Já, hvernig á ég að vita það? Ég var bara að koma. Góðan daginn. Já, það ekkert að gera mig, bara róleg. Það var alveg rosalegt hvernig ég fór með hann, sko. Já, það var alveg rosalegt. Hei! Þetta er afgreiðslu! Halló! Þetta er afgreiðsluna! Hvað er það? Þannig hefur það? Já. Hvað er þið? Sér hvað ég mikla liðagift í hendinni. Hvað á ég að gera? Bittu Allah hjálpa þér. Bittu til Allah. Jasír, sér hvað ég mikla liðagift í hendinni. Hvað á ég að gera? Bittu til Allah. Bittu Allah hjálpa þér. Játa, sér hvað ég mikla liðagift í hendinni. Hvað á ég að gera? Bittu Allah. Bittu Allah hjálpa þér. Allah, Allah. Láttu hendina með þess að hina. Nei, Allah, Allah, hinn segir. Allah. Fjóri brandarar komnir í undanúrslit og við fáum þessi fjóra í næsta þætti og það 8 sem komist og svo verður valið þann besta. En þá komið að þessum nýmæli sem við reyndum núna og skoðum eftir. Það var söngvarakeppni. Tækifæri fyrir hæfileika fólk land allt til þess að raula bara heima hjá sér í eldhúsi inn á einhverja snældu, senda okkur og það bárust hvorki fleirinni færri en 120 snældur. Við höfum mikið af hæfileika fólki og það vitið þið best sjálf. Það allstaðar. Og nú valdi dómnefnd og það hefur verið ákveðið að 6-7 komist í úrslit og okkur það mikil ánægja að kynna einmitt 2 ungar stúlkur hér í kvöld sem fyrstu þáttakendur í úrslitakeppninni. Jó, svo, hvað voru hátilega? Fyrir sem syngur Þurrí Birgisdóttir úr Garðabæ. Hún ætlar að syngja líklega 20-25 ára gamalt lag Magnúsar Eiríkssonar við texta Kristjáns frá Djúpalæk. Það heitir Við Arinn eld og ég ætla að biðja ykkur hér í sjónvarpssalnum að taka vel á móti Þurrí Birgisdóttur og einnig þið sem heima sittið. Gjörðu þið svo vel. Ég
Ég hafði vilst betra slóð en vorið bjó hjá þér. Snjöll söngkona úr Garðabæ, Þurí Birgisdóttir, og það þarf ekki að taka það fram að hér var ekkert verið að leika eitthvað af segulbandi. Nei, við komum hérna til dyranna sem vorum við klædd og hún söng þetta sjálfsögðu í beinni útsendingu hér. Nú, þá er komið að keppanda nr. 2 og það er ung stúlka komin alla leið frá Súðavík, gaman að því. Og hún ætlar að ræðst nú ekki á garðin þar sem hann er lagstur í þeim efnum að velja sér lag. Það er eina skilyrði að söngvararnir verða að syngja lag með íslenskum texta. Hún valdi að syngja lag sem sjálf Whitney Houston hefur gert heimsfrægt, The Greatest Love of All. Nú, þegar ég sagði henni frá þessu, þá gerði hún sér lítið fyrir þessi unga stúlka og gerði bara íslenskan texta við lagið ásamt móður sinni Þóru Ragnarsdóttur. Hún er sem sagt komin frá Súðavík með textan sinn alveg frábæran og hann, við nefnum lagið núna, Allir munu einhver tíman elska. Er það ekki rétt hjá henni? Ég held það. Og ég býð hana velkomna, Áslaug Fjóla Magnúsdóttir frá Súðavík. Allir munu einhver tíman elska, bara að ástin gefi þér sælu, sem að alla ævi þú munt leita að. Gefum oss ást og frið til þess að minna á, trúum öll á kærleikann, hann gefur okkur lífsins kraft. Eigi skaltu loka þínum huga, í kringum þig er fólk sem vantar, fólk sem ei hefur ratað réttan veg. Réttum því kærleikann, hann er það besta sem þú átt. En ef við stöndum öll sem ein, þá opnast okkur nýja leiðir. Reynum öll, já reynum öll, ef trúum við á betra líf. Því sama hvað þú tekur burt, þú tekur aldrei kærleikann. Gefum oss ást og frið til að minna okkur á. Það sem við eigum öll, ástin, von og kærleika. Gefum oss ást og frið að minna okkur á. Trúðu á sjálfan þig, þú ert það besta sem þú átt. Allir munu einhver tíman elska, bara að ástin gefi þér sælu, sem að alla ævi þú munt leita að. Gefum oss ást og frið til þess að minna á, trúum öll á kærleikann, hann gefur okkur lífsins kraft. Ef við stöndum öll sem ein, þá opnast okkur nýja leiðir. Reynum
Áslaug Fjóla Magnúsdóttir frá Súðavík og áður söng Þurí Birgisdóttir úr Garðabæ og ég held við gefum þessum ungu söngkonum enn eitt klappið. Það var frábær byrjun. Það fara létt með þetta stelpunar. Nú, það má vist ekki sleppa földumyndavélinni, það nú sérstaklega yngri kynslóðin, jú, og nokkri hérna uppi líka sem vilja hafa hana með. Og við fórum með hana núna inn í Laugardalslaug. Það svona vinsæll samkomustaður í höfuðborginni og þar fengum við, nú hefum við ekki vinn minn hérna Ómar Ragnarsson, en við höfum hérna sem vinnur einmitt við þennan þá, sonans, Ragnar Ómarsson, það er ekki margir sem hafa séð hann. En hann með rauða valslitinn og það allt saman. Og við fengum hann til þess að vera á vappi fyrir framann Laugarnar og tilkynna fólki að nú verið stólið á honum öllum fötunum, vera á sundskýlunni og svona, og vita hvort að fólk verður nú ekki hjálpsamt, að svona gauka á honum einhverjum aurum eða pilsu eða skuttlunum. Hvernig fer fyrir okkur þegar fötunum er stólið í sundi? Spyrjið Ragnar Ómarsson, gjörðu svo vel. Já, ég veit það ekki. Þú getur ekki hjálpað mér? Hefði ég verið með frakkaninn með þér? Já, bara svona rétt á meðan þú ert í lauginni, sko. Verður það nokkuð lengi? Það hlýtur ykkur að koma, ég skal segja þér, í frakka. Já. Getur þú hjálpað mér? Ég stend hérna fyrir utan og er klæðalaus með öllu, eða næstum því. Og það vil enginn aðstoða mig. Mér er bara hent hérna út. Snertir þetta virkilega engar taugar hjá ykkur stúlkum? Já, heyrðu, kannski getur skuttlað mér heim þá? Ég er gangandi. Ertu gangandi? Nei, við getum það ekki. Við erum lappandi báðir. Nú, það var nú leitt. En getið þið hjálpað mér? Við erum lappandi. Þið eru lappandi líka. Fötunum mínu var stolið og ég má ekki bíða hérna inni, það vil ekki leyfa mér að bíða hérna inni. Ha? Það segi þér það samt. Getið þið hjálpað mér? Can you help me? I can't stay in there. My clothes have been stolen, and I'm freezing cold. I need a lift. Yes. It's in Mosfellsveit. Yeah. You're going the other way. Oh. Ég er ekki meira en að peninga. Fötunum mínum og peningunum mínum var stolið. Er nokkuð séns að þú getur keyrt mig heim? Ég á nú kannski eitthvað peningar þar, sko. Geturðu gert það? Upp í Mosfellsveit. Já, þeim var stolið hérna inni. Heyrðu, svona okkar á milli, þetta er hérna Hermann Gunnarsson og Falli Myndavík hérna. Já, svo. Það er ekki að keyra í Mosfellsveit. Já, kannski keyrt mig. Kemstu inn hérna? Ha? Kemstu inn? Heima hjá mér? Já, ég er bara mamma og opna fyrir mér, sko. Ég skal fara inn og hringt á lögregluna fyrir mig. Heldur það hringt á lögregluna fyrir þig? En þær vildi ekki gera neitt fyrir mig. Ég skal byrja það, ég þekki þær. Blessaðist þér. Ég nenni ekki að standa hérna. Hverjir eiga að hjálpa manni ef þið gerir það ekki? Fyrsti maður sem að gerir eitthvað, sko. Kanna þetta eitthvað? Ég vil kanna þetta eitthvað, já. Ég geti ekki lánað mér frakka eða eitthvað. Ég er skítkall. Vertu þá inni maður, ekki að standa þetta út í kuldanum. Það er verið að taka myndir af þeim. Ég er mikið nú voða leitt að draga upp resnaðum og vera svo sem að þetta er nú bara grín, sko. Hún er þarna í bílnum þarna, sko. Það voru við sem hringdum. Það vorum við sem hringdum, þetta er ekki. Já, svona er þetta. Það er engin óhulltur fyrir þessari myndavél og að því hann er nú að vinna hérna hvalavinurinn Ragnar Ómarsson sem gerði þetta hann fyrir okkur og hann stendur hérna á kontraki. Leður fólkinn að sjá þig. Ef ekki að gefa hann klapp hérna. Já, hann har bara lag í leiðinni.
Þetta er Ragnar Ómarsson. Hann er ekki langt að sækja hann á fíflagang. Þegar heilsaður Ómar. Nú, en þá er komið að stór viðburði hér í íslensku sjónvarpi og við erum búin að fá gesti frá Bretlandi. Það er breska stór hljómsveitin The Men They Couldn't Hang. Nú þetta er hljómsveit sem er talin bjartasta von Breta í rockinu og hefur verið starfandi í 4,5 ár. Þetta er hljómsveit sem margt af okkar unga fólki þekkir og þeir voru að hljóðrita nýja plötu í London og luku við hana klukkan 4 síðastliðna nótt. Þá drifu þessu út á flugvöll, komu núna áðan og beint til okkar. Og til marks það að þessari hljómsveit spáð heimsfræg með þessari plötu að þá eru hingað sérstakir gestir okkar hér í sjónvarssal, einmitt blaðamenn frá New Musical Express og Daily Telegraph. Og þeir fylgja þessari hljómsveit eftir og það má eiginlega segja þetta séu rockarar með svona írsku þjóðlaga ívafi, ef ég verðum svona svolítið hátíðlegu með þetta. En þeir koma frá Skotlandi, þeir koma frá Wales og þeir koma frá Englandi. Og þetta er hljómsveit sem ég veit að unga fólki þekkir og þeir eru líklega, að mínu dómi, einn besta hljómsveit sem hér hefur komið. Og það er skemmtilegt að frumflutningur á þessu lagi sem að þeir alla leika fyrir okkur er einmitt í íslenska sjónvarpinu núna. Þegar klukkuna vantar 8 mínútur í 10, vil ég ekki svo skrifa þetta niður. Og þá eru þeir komnir, lagið heitir Rain, Steam and Speed og hérna er The Men They Couldn't Hang. One man drills a powder hole the color of a bruise. One man blows a bugle and another one lights a fuse. Blow up, pick and shovel it, carry the earth away. Brains and brawn with hammers drawn, blasting through the clay. Rain is the cold, steam is the burn, speed is the way the world turns. Speed is the way the world turns around. Draftsmen and surveyors work at pegging out the shaft. 10 of us to breathe the dust, 10 to do the graft. Underneath the Pennine Range, the bodies lie in racks. 40 miles of seal and tile follow in their tracks. Rain is the cold, steam is the burn, speed is the way the world turns. Speed is the way the world turns around. Some men build a monument, some men build a tomb, some men move the world around to give them breathing room, and some men carve the statue of Isabella Brunel. Some men carve the tunnel into hell. Rain is the cold, steam is the burn, speed is the way the world turns. Speed is the way the world turns around. Soon they'll build a tunnel under England through to France. Will it make the tide run quicker? Will the floor terrain advance? Underneath the ocean there is limestone, chalk and sand. But coming up through the virgin rock will be a human hand. Rain is the cold, steam is the burn, speed is the way the world turns around. Rain is the cold, steam is the burn, speed is the way the world turns around. Rain is the cold, steam is the burn, speed is the way the world turns around. Rain is the cold, steam is the burn, speed is the way the world turns around.
Correct. The man they couldn't kill. Hang. Það er heldur ekki hægt að gera það. En þetta er frumflutningur og það er innlít í Íslenska ríkissjónvarpinu núna á þessum 15. degi marsmánaðar. Og þessi hljómsveit á eftir að ferðast allan heiminn núna í framhaldi en hljómplata þeirra kemur ekki út fyrir 12. apríl. Og nú verður gaman að sjá hvaða blaðamennirnir, ensku, segja þennan frumflutning vera hér í kvöld. En þá er nú komið að máli vikunar, við höfum gjarna verið með svona málvikunar og að þessu sinni að þá datt mér nú svona í hug, kannski eina manninum á Íslandi, að ræða hér kannski hvalfriðunarmálin. Og ég ætla að fá 2 sérfræðinga til mín hingað og það er annars vegar Helga Guðrún Elliðadóttir, kvikmyndagagnrýnandi Samherjas Alþingis og svo hins vegar Þorbjörn Uggi Þorlífsson sem er formaður Hvalverndar. Ég vil ekki að bjóða þau bara velkomin, gjörðu svo vel! Já, gjörðu þið svo vel. Gjörðu þið svo vel. Nei, hvað er það nú? Passaðu þig. Jæja, nú skilst mér verið velkomin. Velkomin, halló. Halló, halló, halló. Þorbjörn og Helga. Verið velkomin. Já. Og nú skilst mér að þið séu bæði hvalavinir og hvalverndarsinnar, ekki satt? Já, kannski ekki bara hvalavinur, ég meina ég er alfarð á móti hverskins drápum á dýrum, ég er bara alfarð á móti því og þegar verður að nauðga selastofninu, ég er bara á móti því. Þegið hana. Einfalt mál. Þegið hans. Þorbjörn Uggi. Já, hvað? Þegið hans, það er ekki komið að segja. Þorbjörn Uggi, formaður Hvalverndar. Hvað segir þú þetta? Þegið þú þarna. Alltaf er þú þarna að rífa kjaft. Þessi valsara held ég þekki. Mann eftir í fótboltanum í Kanada. Manst á vellunum 1968? Nei, þú manst ekki. Nei, ég man það ekki. Hvar var hvalverndarráðið þá? Ég bara spyr. En hvað finnst þér þetta, Þorbjörn? Hvað finnst þú hvað? Já, ef þú spyr mig þá er ég hingað fenginn til þess að líta á þessar skuggamyndir. Já. Ég er fenginn hingað fyrst og fremst sem stjórnmálaskörungur og vegna þess að ég er sérfræðingur í svona myndagerð. Og ég er gagnrýnandi og ég hef það einfaldlega þessa myndir að segja að þetta er að sjálfsögðu drullumál. Og það sem verður að taka þarna fyrir og þegar verður að segja að þessir hvalverndarumenn sé að falsa og ljúga að þá segi ég það fals og lygi. Hvað með kápuna þína? Úr hverju er hún? Hvað? Já, hvað nú? Fæ ég ekki að koma að stæða með? Þetta er eitthvað vitlaust. Jú. Þorbjörn. Ég er með tölur yfir þetta. Þorbjörn. Ég er með tölur. Já, ég hef aldrei sagt það að ég hafi... Hvað með þessa... Hvað er þetta? Hvað er að gerast hérna? Ég er með tölur. Hvað er að gerast hérna? Ég er með tölur yfir þetta. Ég er fenginn hingað til að fjalla þessa myndir. Aldrei maður ég koma þar. Hvað er þetta? Ég er með tölur yfir þetta. Gjör svo vel. Ég er með tölur yfir þetta. Já, þegið þú líka hana. Nei, úr hverju er kápan? Þegið þú líka hana úti í sal þarna, býta. Ég er með tölur yfir þetta. 255 hvalir. Já. 255? Hvalir hvað? Hvað? Hvað með þessar 255 hvalir hvað? Hvaðan er þið? Hvað kom fyrir það? 275 hvalir étnir á þorrablótum síðan 1964. Súrir hvalir. Vildir þú vera hvalur? Nei, ég vil ekki vera hvalur. Nei, þá held ég þér yfir nokkjum selvinum. Sko, þú held ég að þegið þú aðeins hana. Sko, ég heyrist ekki alveg í mér. Jú. Heyrist í mér? Já, það er. Já. Sko, ég hef það með smá tilhörning sem ég ætla að sína. Hefur þú einhvern tíðan ættleitt hval? Nei, ég hef það aldrei. Þú hefur aldrei ættleitt hval? Ég hef aldrei dottað bara í hug. Ég ættleitti 2 hvali. Já. Moby Dick og Lassie heit það. Og Lassie? Er verið að taka fyrir þessa skuggamyndasýningu eða ekki? Á ekki að fjalla þessa skuggamynd? Já, við ætlum að koma að því. Ég var fenginn sérstaklega til þess. Helga. Ég endurtek. Hvað ertu með? Góða þegið einu sinni. Alltaf þessi stjórnmálamenn. Þorbjörn minn, hvað er að gera? Vita allt og alveg. Þorbjörn, hvað er nú? Ég ættleitti 2 hvali. Já, ég hef búin að segja okkur það. Já, hugsaði. Lassie er hundur.
Þú ert sjálfur hundur. Já. Það hundur í mér. Ég ættlítið svo litla hvali, Já, þetta hvali? Og sko, svo koma bara menn og þeir veiða og veiða og veiða. Og hvað gerir þeir? Setja ofan í svona trekk, svona. Og hvað? Og það vanalega kemur þetta niður úr. Hvað að gerast núna? Það tekinn annar lítill hvalur. Hugsaðu, einu sinni voru þetta litlir hvalir sem áttu pabbi sinn og mömmu sinn í sjónum. Já. Svo dettar aftur honum svona, byggjum. Svo er eiginlega haft svona sigtu undir með allt og litlum maskum. Já. Svo er bara veitt og veitt og veitt og veitt og veitt. Tala þú mér. Svaraðu. Þetta mér langaði til að ræða. Ég veit ekki til hvers við erum komin hvað? Nei, þakka þér fyrir, ég vil ekki fara. Hvað að ske? Ég segi bara, ég hef ekki vit á hversu margir hvalir eru kannski hér í kringulandi. Ég hef ekki talað þessa hvali. Ég ekki búinn! Hvað að gerast? Ég veit ekki hvað hér. Ég veit ekki. Vildur þú ættleiða þennan þorsk hérna? Nei. Ísa! Alltaf eru því stjórnmálamenn og reyna að trufla mann. Hvað að með tölumunda. Sjáðu þennan fisk hérna? Já. Veistu hvað þetta heitir? Nei. Harðfiskur. Já. Viltu þú vera harðfiskur? Nei, ég vil ekki vera. Þetta einhver ómannulegasta aðferð sem ég vita. Þessi tróð í plastpoka og svo er þetta sundur og saman. Já. Og svo er þetta bara tekið og étið svona. Já, það ekki. Það er alveg greinilegt að Þorbjörn hér hefur ekki áhuga að ræða um þessar skuggamyndir. Við bara komumstum ekki að því. Þannig að ég veit ekki hvað ég hef hér meira að gera. Magnús minn, vil ég koma og bjarga þess? Við bara höfum ekki komið stað til að ræða. Nei, vil ég aðstoða manninn? Það er ekki. Hann var að borða fiski. Já, þetta var einhvers konar átt að vera umræðu þáttur en var það nú ekki. En svona getur þetta stundum farið og það í beinum útsendingum og engin ræður neitt við neitt. En þá er komið að dálítið merkilegum atburði líka og það er að ég fæ hingað til mín söngkonu, óperusöngkonu sem að heitir Ester Helga Guðmundsdóttir. Hún byrjaði söngnám við söngskólan hér og síðan fór hún til Bandaríkjanna og var þar við tónlistarháskólan í Indiana. Og þetta er einstæð móðir með 3 börn, mikil kjarnorkur kona, enda var hún kölluð í Bandaríkjunum víkingakonan. Nú, hún sem sagt nýkomin heim, hún söng í óperum í Bandaríkjunum og vakti verðskulda athygli og síðan ætlar hún að fara í söngferðalag Klakan okkar og leyfa fólki að njóta. Nú, hún kom þegar við hittumst að þá fórum við að ræða hvað hún myndi nú syngja okkur. Þá komst við að þeirri niðurstöðu að gera eitthvað öðruvísi. Og rjúfa nú einokun kalla á öllum þessum fallegu íslensku sönglögum. Nú, allir þekkja Hamraborgina Sigvalda Kaldalóns og Ester Helga ætlar einmitt að rjúfa þessa einokun karla í karlsöngvara í kvöld. Hún er líklega fyrsti kvenmaður sem syngur þetta stórmerkilega lag, Sigvalda Kaldalóns, og ekki nóg með það að ég sagði textin eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi að sjálfsögðu, en þetta með einstæðu móðurina úr Garðabæ sem að fór til Bandaríkjanna að hún sagði mitt, þegar hún var nefnd víkingakonan, að hún stemdi hátt, hún ætlaði sér mikið og þá byrjar hún auðvitað hér í sjónvarssal á Hamraborginni. Eigum við ekki að taka vel á móti Ester Helgu Guðmundsdóttur. Ester
sveinninn í bergi situr, af álfa dætrum í dansinn litur, hann nær og drætur og hitlast lætur og bergi lokast sem brúðar og svo drukkið og dansinn stinn, sýrstir að kveði og sólarinn í andrinum og í berginum Já. Þetta var óperusöngunan okkar, Ester Helga Guðmundsdóttir, sem söng Hamraborgina alveg með svona dundrandi krafti eftir Sigvalda Kaldalóns að sjálfsögðu. Og þá eiginlega komið að því sem ég sagði ykkur frá í upphafi, að undir lokin þá ætlum við að sitja á svið hér sveitaball. Svona, hvað ertu komin? Hvað er sæl ástin mín? Erðu, hvað er... Þvílíkur sóðaskapur, þetta geta harðbest. Nei, það var maður hérna áðan. Var maður? Já, hann kom með þetta. Var maður? Já, hvað ertu með? Gott að vera ekki hvalur. Hvað er að? Þetta er til þín, sérðu Hemmi Gunn. Og hvað er þetta? Hvernig sagði svo fikk ég rós. Og hvað er, frá hverjum er þetta? Alls ekki frá okkur í gælunum. Já, opna þetta, Drengur, opna þetta. Þú sé ekki að þið verður að gera þetta. Hvað Þetta ekki að lesa einu sinni. Ertu ekki með gleraugun með Sýna. þér? Ég voru sett með heyrnartækið. Veiði hvað ég er að lesa. Elsa, á hverju segirðu svona við mig? Ertu ekki bara að grínast? Já, hvað er nú að gera? Hvað er þetta? Má sjá. Já. Hæ, Hemmi. Hæ. Já. Já. Við Svínavík. Nei. Svínavík, konur í Grindavík. Hvað er þetta, ykkur indjánar eða eitthvað? Nei, nú veit ég, þetta eru grindjánar. Grindjánar. Svínavík, konur í Grindavík, ætlum að senda þér þennan vasa. Sem paklætti fyrir 1. mars síðastliðinn. 1. mars. Ég man nú eftir honum, og þó ég man nú ekki mikið. Var það ekki fyrst í bjór? Jó. Já, á ekki verið annars svona dagur? Já, nei, það er komið. Það var svo gaman að hafa annars og hafa þetta hverju ári. Nú, þá heldum við upp á 10 ára afmæli okkar, en hvað heldur þú? Ég veit það ekki. Já, hvað heldur þú? Ég veit það ekki. Það gleymdist að fá skemmtikrafta, þetta kom fyrir við þessum líka. En þetta var ekki beint skemmtikraftur, en... Jú, einhver sagði kveikið á Hemma Gunn, sem var og gert, og við skemmtum okkar alveg konunglega. Svo til útskýringar er Svínavík, minn ómáttur, klúbbur eiginkvenna kívanismanna. Nú, já. Það er kívanis aftur á bak. Sniðuga. Já. Og er starfandi allsstaðar á landinu. Kærkvæðið til Elsu. En hvað er þetta þá? Hvað er þetta? Svínavík Grindavík, ég er ekki búinn þarna. Þú getur verið svo dónalegur stundum. Það var ekki að klára einu sinni. Vasið til þín, rós til Elsu. Þú má ég sjá þetta. Já, þetta er til þín. Þú veist hvað á að gera. Sjá, hvað er þetta? Ég var aldrei mikið rós. Það er alltaf einhverja gjafir. Guð, Og það er eitthvað ókvenleg við þetta. Hæ? Kvenleg, verð þú þá bara eins og karlmaður hérna? Er það hvað? Er þetta til þín? Guð, hvernig þú opnaði þetta? Þú kveikjar eða eitthvað? Býttu nú við, þetta er opnað. Maður getur ekkert með svona hanska. Á ég að hjálpa þér? Takk.
Nei, þú hjálpar mér ekki neitt. Nú? Eins og með blómavasanum daginn. Já. Já, á ég hjálpa þér, segir þú. Demdi niður úr öllu. Kveiktir í steikinni. Heyrðu, við verðum bara að hafa þetta eitthvað fram að nótt. Ég hefði komað því ég þurfti að... Ekki ég það Ég. Hann hefði, Guð, getur verið svo. Já, Jæja, þú getur ekki nafnlanda frekar en ég. Jú, þetta er eitthvað ægilega Með þumalbutt á hverjum hring. Heyrðu, Elsa. Þetta maður kannast nú við. Elsa, ég var að segja frá þessum rockbændum. Rockbændum hvað? Rockbændur sem að ég ætla að vera hérna. Sem ætla að vera hérna, já, ég vona. Og það að vera ball. Ball, já. Sérðu Hemma Guð, hérna? Sérðu Hemma? Guð, ég býður upp í dans. Eins og skot. Guð minn, heyrðu! Já, veist ég ekki. Og hausinn af. Hvað, á hverju? Á hverju er þetta svona? Hvað er þetta? Þetta er eitthvað. Þetta er ekki rós. Guð minn, alveg Guð. Veist það full stóra, finnst þér ekki? Guð minn, heldur að verði gaman og eftir? Geimt þú það? Já, ég vil ekki gera það. Guð, þetta er sniðugt. Elsa. Hver var að gaula hérna á hann? Það var Ester Helga Guðmundsdóttir, hún er ekki frábær alveg. Frábær, já, hún má vita svo rödd, ég segir það ekki, en hún kann ekki neitt. Hún kann ekki neitt, ekki beint svona... Jó, hún er mjög góð. Nei, ég er nú að læra, ég ætlum að vita það. Nei, Guð, það er ég skal segja þér, hún syngja Hamraborg, jú, allt í lagi, en Guð, þú ættir að heyra, ég er með númer. Já, ekki núna. Ekki núna, þú sagði síðast í mættum númer, ég er með númer. Það er ekki hægt, Guð, ekki. Ég er með lakast til að sína það. Já, ekki núna. Já, veistu það, ég syngi ekki svona eins og hún. Nó. Nei, ekki svona, bravo. Ég er með björnkjallarann. Já, heyrðu, í næsta þætti, í næsta þætti, þú sagði líka síðast. Já. Ok, hvað með líkilinn þá? Nei, látt ekki svona, í næsta... Ef ég fæ ekki að koma fram núna á líkilinn strax? Elsa mín, bara í næsta þætti þá er þetta allt í lagi. Lofar því? Já, ég lofa. Ok, þú mátt hafa líkilinn. Nú, en þá er komið að því að kynna rockbændur og nú ætla ég að fá hérna mennskjælingana frá Akureyri og Reykjavíkur apótek sem eru með okkur hérna í salnum og ykkur heima til að hætta... Er þetta Reykjavíkur apótek? Já, já. Guð minn almáttugur. Guð, þetta er ekki mikið. Nei. Já, ég fóð með pröfu í gær. Hvað skammir sín, hvað? Þeir sem eru komnir hingað eru rockbændur af Vestfjörðum og þetta eru sem sagt Árni Brynjólfsson sem er merkilegur strákur frá Önundarfirði. Hann er væntanlegur bóndi, hann er framkvæmdastjóri í Sláturhúsins og svo er hann sæðingamaður á staðnum. Nei! Og hinn félagins heitir Birkir Guðmundsson og hann er loðdýrabóndi og hreppsnefndarmaður og saman myndaði hljómsveitina rockbændur. Og þetta, þeir get ekki verið fleiri en tveir í hljómsveitinni því að þeir fara á snjósleða í öll litlu félagsheimilin og ég ætla að biðja það núna að flytja okkur eitt fyrst við hann Árna að leyfa okkur að sjá eitt af skemmtiatriðunum þar sem er að slá í gegn á Vestfjörðum og eftir ætlum að hafa sveitaball í sjónvarpssal. Árni minn, leyfa okkur að heyra. Það var svona eitt af fjölmörgum skemmtiatriðum þeirra félaga rockbænda sem eru mjög vinsalegir mitt og það er fyrst og fremst fyrir það að þeir eru svo lífsglaðir, þeir eru svo hressir. Þetta buxurnar upp í höfuðið. Sett ekki í vasann. Jæja, og þeir hafa svo gaman að þessu þegar þeir fara á snjósleðanum og nú ætla þeir að gera allt vitlaust inn í sjónvarpssal og ég veit að þið krakkar takið undir og þið sem heima sittið því að nú gildir það. Sveitaball auðvitað í fyrsta skipti í sjónvarpssal en áður en að því kemur að því hann er sæðingamaður þá ætla ég að smella fram, vísur. Þegar kýr í ástar þörf, óskar eftir þunga, Árni Bjöfi Bryndil störf, býr til kálfin unga. Skellum þessu upp í fjöri núna og nú byrjar það og tökum öll undir. Byrja ballið, rockbændur, gjörðu svo vel. Út við gluggan sendur stúlkan og hún starir veginn á.
Og hún bíður og hún vonar að þú vinir fá að sjá. En síðir hringir síminn og hún svarar vina fljótt. Halló, halló, segir herran, viltu koma að dansi? Segð ekki nei, segðu kannski, kannski, kannski. Segð að þú elskir engan nema þig. Segð ekki nei, segðu kannski, kannski, kannski. Þá aldrei, aldrei ég skilja munið þig. Já, ertu sæl, María, sæl og bless. Ég sé þig alveg framar, vinan mín. Ég fer, María, svo klár og hress. Já, ég fer svona mest upp á Brýn. Það var eina ágústnótt, allir fuglar sáðu rótt. Við í skógi hittumst fyrsta sinn. Hinum hefur eflaust þótt að við skiptumst nokkuð fljótt, þó ekki sé nú minnst á afgangi. Já, ertu sæl, María, sæl og bless. Ég sé þig aldrei framar, vinan mín. Ég fer, María, svo klár og hress. Já, ég fer svona mest upp á Brýn. Ég fór að smala í Tindur hér kvöldið fram í dag. Og kominn var ég lengst inn í bláan fjallasal. Og ég mætti blómarós með augum djúp og brún. Og ég spyr hann nafni, hún ansar hann yfir svo. Anna í þín, já Anna, Anna í þín. Þú ert svo ung og yndisleg, af ástan frá ég fann þín. Anna í þín, ó Anna, Anna í þín. Þú ert svo ung og fríð, elsku Anna mín í þín. Dansinn hér dunar og vindur, dansar hver stúlka og vindur. Dansinn djarfur og vindur, dansar hver af ánægju vindur. Glömsum síðust starkur venur og mín. Við vistum oss kross til aðeins nú og hæða nú. Það einstalega gaman fyrir ég var með saman ég og þú. Takturinn með trillir vestur ykkar heyrðar við nú. Af öllu völdum og skakki samlar lík og segja. Alveg upp verða blöður hær í alveg deyja. Alla leikar ég sko byggu höfðu skakki lega. Ingen var lega, hann lífið döð skakki lega. Einstalega drossi og með þeim þeim segja hvort þú ekki koma í dans. Við höfum rátt í alla nótt. Við höfum rátt í alla nótt. Og ráðum rátt í alla nótt. Og við höfum rátt í alla nótt. Við höfum sitt á, styrktu ká, í nótt. Aldeilis frábær. Guð, hvað það var smá. Já, það var skemmtilegt. Guð, maður, við gamla friðingin. Gamla friðindaballið. Manstu og kvóli eins og nýja? Nei, ekki tala núna. Hæ? Ekki það. Erðu? Ekki það? Já. Já, meirinn árið það? Já. Hvað, akkur ég að segja það að tala um það? Þetta er ekki ekkur apotek. Þetta er mennskólinn á Akureyri. Ég ætla að þakka ykkur alveg kærlega fyrir frábæra undirtektir hérna. Tæknilegir Ég er með atrið hérna. Nei, ekki. Hvað er það? Herðu? Aðeins að veitu stótni í þessu, ég ætla aðeins að... Hljómsveitin, allir listamennir og sérstaklega gestur okkar frá Bretlandi, bjartasta vonin þar. The men they couldn't hang. Þeir eiga bjarta framtíð alveg nákvæmlega eins og við. Svo góður í útlæstum hann hemmi. Mali couldn't hang. Höldum áfram að vera góð hvert til annað og þá líður okkur öllu vel. Já, gerum það. Við erum reyns ekki stress og Guð bless ykkur öll.